Takk fyrir, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Mitt erindi snýr aðeins að bara í rauninni þessar nýju tilskipunum CSRD sem það væntanlega heyrt mörg af í mörg ár, alltaf tala nýju tilskipuna sem ekki ennþá komin. En ég ætla að tala aðeins hana út frá í rauninni áhrifum hennar á þetta samtal milli fjárfesta og stjórna fyrirtækja. Minn bakgrunnur í rauninni úr tryggingageiranum. Ég var yfirlögfræðingur og regluvörður hjá verðtryggingum. Það var ekkert flókið samtal milli eiganda og hluthafa eða eiganda. Þannig að milli stjórnar og eiganda. Það var bara einn eigandi, þannig að við vissum alltaf hver vilji hans var. En sem sagt, aðeins bara að rifja upp, Tómas kom vel inn á þetta regluverk og tengsla þess við annað regluverk Evrópusambandsins. Að tilskipunin hefur tekið gildi innan Evrópusambandsins en beðið innleiðingar ennþá á Íslandi. Tilskipunin tekur við af fyrir tilskipunum ófjárhagslega upplýsingagjöf fyrirtækja. Hún tekur til stórra fyrirtækja og lítilla og meðalstóra fyrirtækja með bréf á markaði. Henni ætlaði að vera hluti af skýrslu stjórnar og háð endurskoðun með takmarkaðri vissu, limited assurance. Tilskipuninni fylgja 12 nýir staðlar og lagt upp með svokallaða mikilsvægismat fyrir fyrirtæki. Það þýðir að þau geta sleppt í að greina frá ákveðnum þáttum í tilskipuninni ef þau greina frá því af hverju þau skipta ekki máli fyrir þeirra fyrirtæki. Þetta samræmt rafrænt skýrslusnið og yfir 1000 gagnapunktar sem fylgja tilskipuninni. En þeir eru ekki allir skyldubundnir, heldur eru orðað sums staðar may disclose og annars staðar shall disclose. Tilskipunin í rauninni felur í sér bara skyldu til upplýsingagjafa. Það ekki verið að segja fyrirtækjum hvað þau eiga að gera þegar kemur að sjálfbærni þáttum. Það ekki verið að segja fyrirtæki eiga að vera kolefnishlutlaust fyrir árið 2050 og vilji Evrópusambandsins sé klárlega sá. Og inngangsorði tilskipunar kemur fram að markmiðið sé að auka gæði og samanburðarhæfni sjálfbærni upplýsinga sem fyrirtæki birta til að mæta þörfum fjárfesta og annarra hagaðila fyrir áreiðanlegar upplýsingar. Gæðin eru tryggð með þessari endurskoðun upplýsingana og samanburðarhæfni með því að þetta eru í rauninni fyrsta sinn sem öll fyrirtæki innan Evrópu nota sama skýrslusnið á sína sjálfbærni upplýsingar. Það hafa fyrirtæki í langan tíma verið að birta sjálfbærni upplýsingar en verið að nota mismunandi staðla til þess að greina frá þeim niðurstöðum. En núna verður þetta bara samræmt skýrslusnið þar sem verður auðveldari samanburður milli fyrirtækja hvað það varðar. Og þetta flokkunarreglugerðin hefur þarna áhrif líka á hvernig þau flokkast fyrirtækin sem hefur áhrif á í raun upplýsingu í þessum málaflokki. Tómas kom aðeins inn á hennan vilja Evrópusambandsins að fyrirtæki tengi sjálfbærni viðskiptalíkan og stefnumótun, setji sér tímasett markmið, framkvæmi áreiðanleikakönnun sem gildir niður alla virðiskeðjuna, þannig að þó þetta taki ekki til allra, tilskipunin tekur ekki til allra fyrirtækja, þá þurfa stóru fyrirtækin og að fá upplýsingar frá niður alla virðiskeðjuna til þess að geta skila sínum skýrslum. En það eru ekki allar upplýsingar sem þurfa, það takmarkaðar upplýsingar sem fara niður virðiskeðjuna. Og eins og ég segi, tilgangur að leiða fjármagn fjárfesta í átt að sjálfbærri atvinnustarfsemi með því að auka gagnsæi. Þá kemur að þessu sem ég ætlaði aðallega að fjalla það áhrif auka gagnsæis á störf stjórna. Og maður til með að nefna eins að við Þröstur skrifum grein sem birtist í tímariti viðskipta og efnahagsmál sem kom út núna í desember þar sem við rýndum aðeins í áhrif CSRD tilskipunar á störf stjórna og fyrst hélt maður að þetta væri gríðarlega mikil áhrif, bein áhrif þar að segja, væri einhvers konar skyldur lagðar og herður stjórnum í tilskipuninni eða stöðlunum, en það ekki, það nánast ekkert minnst á stjórnir í stöðlunum, en af þessu megin hlutverki stjórna þá leiðir óbeinar breytingar á störfum stjórna að af hlutafélagalögum og leiðbeiningum stjórnarhætti þá felst þá það þannig að meginhlutverk stjórna að fara með æðsta vald í málefnum fyrirtækisins milli aðalfunda, móta framtíðarstefnu fyrirtækisins og af eftirlit með því að starfsemin sé í samræmi við stefnuna sem og gildandi lög og reglur. Þegar
kemur að sjálfbærni regluverkinu og stefnumótunarhlutverki stjórnar, þá þurfa stjórnir að þekkja sína hluthafa. Það ekki allir jafn heppnir og stjórnarmenn hjá verðtryggingum, það sem einn eigandi, að þeir þurfa að þekkja fjárfestingarstefnur og þeir þurfa að þekkja eigendastefnur, þeir þurfa að þekkja íhlutunarstefnur og allar þessar stefnur sem hafa verið nefndar hérna í dag og vita hvaða áherslur fjárfestar ætla að gera til fyrirtækja þegar kemur að málefni sjálfbærni. Vilji Evrópusambandsins skýr, fjármagnið á að fara í sjálfbærari atvinnustarfsemi en áður og þannig að stjórnir þurfa að þekkja þetta regluverk, kynna sér það sem á við þeirra fyrirtæki. Það leiðir að eftirlitshlutverki stjórnanna að tryggja heilindi upplýsingana, að þær séu nákvæmar, áreiðanlegar og að þær séu gagnsæjar. Það mikið í húfi, það þetta orðsporsáhætta fyrirtækja og svo mikil hætta á grænþvotti að það vera að koma með fullyrðingar sem ekki fæst staðist varðandi ágæti fyrirtækisins þegar kemur að sjálfbærnimálefnum. Og það ekkert fyrirtæki öruggt þegar kemur að þessu að lofa umfram það sem það getur staðið við. Og það birtust nýlega fréttir IKEA, það sem var gerð heimildamynd fullyrðingar IKEA að húsgagnaframleiðsla fyrirtækisins væri með öllu sjálfbær. Það voru þeir sem unnu þessari heimildamynd, þeir fóru á vettvang í skóga sem IKEA rekur og rekur í Rúmeníu og kynntu sér gögn og upplýsingar og niðurstaða þeirra var sú að IKEA gæti ekki sýnt fram á að húsgagnaframleiðslan væri með öllu sjálfbær. Þannig að þess vegna mjög mikilvægt að stjórnir tryggi að eftirlitskerfi fyrirtækisins sé virt þegar kemur að sjálfbærni upplýsingum, spurji réttra spurninga og bara hvernig getum við staðist þetta, stenst þetta þessa limited assurance þegar að henni kemur. Þannig að ég tel mikilvægt að stjórnarmenn búi við næri þekkingu eða hafa aðgang að næri þekkingu þegar kemur að málefni sjálfbærni til þess að geta rækt þetta eftirlitshlutverk sitt með fullnægjandi hætti. Og eins og ég segi, ársreikningaskrá getur hafnað í rauninni skýrslu stjórnar ef hún hefur ekki að geyma fullnægjandi upplýsingar sjálfbærni málefni ef hún uppfyllir ekki rétt skilyrði. En þá kemur að hlutverki fjárfesta eins og mörgum erindum hefur verið farið inn á að þetta regluverk kallar líka á þetta nánara og opnara samtal við stjórnir fyrirtækja. Fyrirtækja þurfa að þekkja væntingar og kröfur fjárfesta eða eiganda þegar kemur að málefni sjálfbærni. Þannig að ég orða þannig að fjárfesta vera megin svona áhrifavaldar umbreytinga. Að það það sem Evrópusambandið að gera, að fjármagnið eigi að flæða inn í sjálfbærari starfsemi, þannig að með því að beina fjármagninu rétta leið, þá eru fjárfestar að móta ákveðna stefnu. Þannig að tilskipunin veitir þessum fjárfestum skýrar og samanburðarhæfar upplýsingar. Þeir geta nýtt upplýsingarna til að þrýsta á breytingar og móta þannig stefnu fyrirtækja. En þeir þurfa að setja vilja sinn skýrt fram, því að það bara mikið í húfi fyrir alla aðila. Það hefur minnst á starfskjarastefnu bæði Hrund og svo Harald og annað, að það ein spurning í rauninni stöðlunum sem fylgja tilskipuninni sem snýr að því hvort að til staðar sé hvatakerfi sem tengt eða samþætt við sjálfbærnimarkmið. Þannig að þarna veit maður bara hvað Evrópusambandið að gera. Það svona, ef þú svarar þessu nei, við erum ekkert að pæla í sjálfbærnimælikvörðum, þá það auðvitað ákveðið neikvætt fyrir fyrirtækin. Þannig að þetta allt eitthvað sem þarf að skoða. Þannig að aukin upplýsingagjöf lykillinn að sterkari tengslum þarna á milli. Það þarf að hafa í huga að þetta eru upplýsingar sem eru birtar einu svona ári með skýrslu stjórnar. Ef að stjórn fyrirtækisins ekki að taka rauninni stefnumótandi ákvarðanir eða móta stefnu sína út frá væntingum fjárfesta eða eigenda, þá þetta svolítið skip sem erfitt að snúa við. Þetta ár á milli upplýsingagjafa. Þannig að það þarf að eiga sér samtal bara strax þannig að menn gangi í takt.
og stjórnin þarf að tryggja það að upplýsingarnar séu áreiðanlegar og nýtanlegar fyrir fjárfestu og aðra hagaðila. Og þá kemur það að fjárfestum og þá kannski sérstaklega fagfjárfestum, lífeyrissjóðum, tryggingafélögum og eignastýringarfyrirtækjum öðru, að vera virkir þáttakendur í að móta sjálfbærar áherslu fyrirtækja, setja fram skýrar stefnur sem leiðbeina stjórnum í átt að sjálfbærum rekstri. Þannig að samskiptin eru lykilatriði, eins og hefur verið komið inn á í mörgum erindum hérna í dag, opnari og markvissari samskipti. Það komið að því að það þarf að uppfæra leiðbeiningar um stjórnarhætti og taka tillit til þessara breytinga sem Evrópuregluverkið er að leiða til. Þannig að ég legg það til að þeir verði uppfærðir með þetta í huga að setja ramman svolítið hvernig menn eiga að tala saman hvað þessi mál varðar. En svo það þannig að ég var beðin um að halda þetta erindi í desember og bara spennt fyrir því og svo gerði ég svo sem lítið í þessu, svo á nýju ári fór ég aðeins að huga því hvaða vinkil ég ætla að taka og hvernig ég ætla að ræða þessi málefni og þá fóru að birtast fréttir Viðskiptablaðinu. Fyrsta fréttin 5. janúar. Fjárfestingarbankarnir Morgan Stanley, Citigroup og Bank of America að yfirgefa loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Svo 10. janúar. BlackRock, stærsta eignastýringarfyrirtæki heimsins, að yfirgefa líka þetta markmið. Þetta snýst sem sagt loftslagssamkomulag sem þessir aðilar skrifuðu undir á árinu 2021. Þetta Net Zero Banking Alliance, en með því lofuðu fjármálafyrirtækin að öll lána- og fjárfestingarbanka starfsemi myndi taka mið af kolefnishlutleysi fyrir árið 2050. Þannig að þetta var alveg í takt við Evrópusambandið. En svo kom höggið, bara fyrir rétt rúmi viku. Evrópusambandið talaði ætla að draga úr sjálfbærniregluverkinu. Þannig að ég hugsaði bara, jæja, bara erindi mitt í dag bara farið. Og en þarna í rauninni, þetta búið að taka gildi innan Evrópusambandsins. Það eru breytingar í Bandaríkjunum sem bara nýr forseti hefur leitt í för með sér. Evrópusambandið, lönd innan Evrópusambandsins, þá aðallega Þýskaland og Frakkland, þeir telja að þetta hafi áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækja innan sambandsins og vilja draga úr þessu, telja þetta allt og kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki. Þannig að það umræðan og mér skilst á fréttum, Viðskiptablaðið birti frétt upp úr Bloomberg fréttaveitunni og þar kom fram að það væri einhver fundur núna í febrúar þar sem eigi að ræða hvernig hægt að létta þessum byrðum. En eins og hefur komið inn á að þá þetta ekki þannig að þá verður þetta ekki neitt Það þetta ýmist annað regluverk og svo þetta aðri hvatar fyrirtækja í átt að sjálfbæra rekstri og stofnanafjárfestar aðrir þurfa að meta í rauninni eignasöfn sín út frá sjálfbærni þáttum. Þannig að þetta ekki þannig að þó að í rauninni verið dregið úr þessu regluverki, þessari tilskipun og mjög líklega áður en hún tekur gildi á Íslandi, þá verður komin einhver ný útgáfa, að þá þetta ekki þannig að þetta sé bara allir geti gleymt þessu. Þetta eitthvað sem þarf að hafa í huga og þetta bara framtíð fyrirtækja að mínu mati að þetta sé samþætt, bæði fjárhagslegur og rekstrarlegur, fjárhagsleg niðurstaða og sjálfbærni niðurstaða fyrirtækja. Þannig að en hverjar verða áherslu fjárfesta í Íslandi? Það bara gaman að panelinn aðeins ræði þetta. Ef það á létta á regluverki Evrópusambandsins, að tala að miða jafnvel við eins og CSRD-tilskipunin með 1000 starfsmenn og 450 milljónir evra. Ekki mörg fyrirtæki á Íslandi sem allir þá undir þessa tilskipun. En ég bara hlakka til að heyra hvað panelinn hefur að segja. Takk fyrir mig.